Og svo eftir sögu 2 sem alltaf svona svolítið þung, að þá kemur svona svolítið skemmtileg millisaga til að létta á stemningunni. Millisaga 1, segullinn sem togaði í sjálfan sig. Það var einu sinni segull sem hét Magnús. Hann var ekki vondur, ekki brotinn, bara óvenjulega móttækilegur. Allt sem glitraði af möguleikum togaði í hann. Ný vinna smellur, nýtt samband smellur, nýtt markmið smellur. Í hvert skipti hugsaði að þarna það. Vandinn var bara sá að Magnús togaðist líka að sjálfum sér. Í hvert skipti sem hann sá réttu útgáfuna af lífinu hljóp hann á stað og small á eigin spegilmynd. Snúningur, marblettur. Hann skipti fólk, áhugamál og verkefni. Allt leit út eins og hreyfing, en hann var alltaf örlítið á undan sjálfum sér. Aldrei alveg kominn. Ef hann ætlaði að róast, örvaði hann sig. Ef hann ætlaði að sleppa, hélt hann fastar. Svo kom dagurinn þegar hann var þreyttur. Og hann gerði eitthvað sem hann hafði aldrei dottið í hug. Hann gerði ekkert. Engin smellur, engin togkraftur, bara kyrrð. Í fyrstu óþægileg, svo hlutlaus og loks alveg róleg. Auðvitað small hann aftur við hurðarhún seinna sama dag, en nú hló hann. Því stundum erfitt að vera mættur þegar maður alltaf að elta næstu útgáfuna af sjálfum sér, sérstaklega þegar hún alltaf 2 skrefum á undan manni. Og við náttúrulega erum mörg okkar eins og ég, svona spennufíklar, og það alltaf eitthvað að gerast og hvað næst og fara að hærra upp en stundum kannski bara tími til að vera, og það eru tímar í lífinu þar sem maður þarf að stíga á bensíngjöfina. En svo koma ráð, bara þar sem maður þarf að sleppa bensíngjöfinni og svolítið svona bara. Og við skoðum á hann Magnús. Hoppar þú á milli hugmynda, verkefna eða markmiða? Ertu stundum að elta betri útgáfa af sjálfum þér? Og ef þú klárar setninguna, ef ég myndi hægja á mér, þá myndi ég líklega finna. Hvað myndir þú finna og myndir hægja á þér? Og ef þú hægir bara aðeins á þig núna, hvað finnur þú? Og það svolítið merkilegt að framkvæmdin kemur frá staðnum sem við hvílum á. Þannig að ef við erum ekki að lifa í markvissri hvíld, þá verður hún oft svolítið máttlaus framkvæmdin hjá okkur.